Samúel, velkomin í Reykjaneshöllina. Takk fyrir það. Samúel Kári Friðjónsson, atvinnumaður í fótbolta í dag og við fáum þig hérna í spjall og ertu alinn upp hérna í Reykjaneshöllinni? Já, maður segir það. Með boltan? Já, algjörlega. Þetta er svona annað heimili mitt og hefur alltaf verið það þangað til ég fór út. Þannig að, já, við hefum mikið að þakka höllinni fyrir. Það, já. Er þetta búið, heldur að þetta sé að hjálpa? 120% sko. Já. Þetta er bara, þetta fór í lífið mitt síðan ég fór út. Fyrstu snemma áhuga á fótbolta? Já, klárlega. Ég get segja að ég man eftir, en ég segi svona 34 ára og síðan alltaf alvöran byrjaði í svona 15 flokki þegar maður fór svona að vita meira þetta á svona. Þannig að, já, þetta small leið. Hvernig gekk þér í yngri flokkunum? Bara mjög vel. Minn árgangur var mjög sterkur og sérstaklega voru konur í 11 manna boltan. Þannig að bara, jú, eins og ég segi, sterkir og unnum mikið. Og hvað fannstu þið einhvers staðar á ákveðnum stað á vellinum, frekar en annars staðar? Já, ég meina, ég byrjaði náttúrulega í hafsendinum. Þegar fór ég með 11 manna boltan, en síðan þegar ég var komin í meistaraflokki hjá Soran, þá fór ég vinstri bakvörðinn, en ég hef alltaf verið miðjumaður. Þannig að ég fór út sem miðjumaður og er það ennþá í dag. Þannig að það er svona mín staða. Og svo við förum nú hratt yfir sögu yfir unglingaboltann og þú byrjar að spila með meistaraflokki Keflavíkur, já, mjög ungur, eða ekki? Jú, ég byrjaði 16. Ég spilaði fyrsta leikinn 16 ára? Já, PES-deildinni spilaði ég 16 ára, fyrsta leikinn minn. Já. En spilaðir ekki marga leiki? Ég spilaði 2. Ég fekk reyndar rautt spjald í fyrsta leiknum. Já, rautt spjald í fyrsta, ég ætla að vera að spyrja þig það. Hvernig gerist það? Manstu eftir því? Já, við vorum að tapa held í 4-0 á móti Val útivelli og á 87. mínútu þá sagði ég eitthvað við línuvörðinn sem ég átti bara ekkert að segja sko og það fauk út eftir það. Ertu skapmaður? Já, ég meina, fótbolti er leikur hitans, þannig að ég get alveg viðurkennt það, ég er með mikið skap. Já. En á jákvæðan hátt. En líka metnað? Já, það snýst allt það. Já. Þannig að... Og hvað gerist þarna á þessum tíma? Þú ferð til útlanda hana? Já, sko... Hvernig gerist þetta? Ég fór fyrir árið, sísónu byrjaði ekki hér fyrir í maí, því ég spilaði minn fyrsta leik. Þá fór ég í mars til Reading. Í Englandi? Já, í Englandi. Þegar ég voru í ensku úrvalsdeildinni þá. Fór þangað út og bjó fjölskyldu frá mars til maí því ég kom heim í sumarfrí. Og spilaði hana leik með Keflavík í Vefsdeildinni og fór síðan stuttu eftir þann leik beint út aftur og það var ágúst og það var pre-season að byrja þar. Já, Reading. Já. Og hvað, varstu þá í unglingaliðinni hjá þeim eða hvað? Já, ég byrjaði við 18, gerði vel, við fórum í undanúrslit í stærsta bikarnum þar, FI Youth Cup og spilaði einnig með varaliðinu þar sem við unnum bikarinn og síðan æfði ég alltaf með á mínu öðru ári, þetta var mitt fyrsta ár, þá æfði ég alltaf með aðaliðinu og spilaði síðan með varaliðinu. Þannig að ég var þannig í 4 ár. Og þú varst þannig í 4 ár og hvernig var það? Kom ekki mamma þín út og var hjá þér? Jú, á mínu öðru ári kom mamma út og var hjá mér í 1,5 ár. Já. Elda og niður og svona eins og... Já, algjörlega sko, þetta var bara eins og heima og ég var mikið henni að þakka, mömmu og pappa og fjölskyldunni og ég lærði mikið af þeim og tók þetta bara með hann til hún fór heim þá gæti ég séð mig sjálfur og ég hef gert það síðan. Já, en hvernig tími var þetta í Englandi, svona þú ert að byrja atvinnumannaferil? Hvernig varst það að fíla þig? Bara mjög vel, ég held að ég hef bara verið, mindseti á mér hefur alltaf verið þannig að ég ætla að vera atvinnumaður og það er ekkert sem er komið í veg fyrir það og sjálfsög er það erfitt á köflum og reynir mikið á andlegu hliðina en ég held að ég hef bara verið það undirbúinn og reddi í þetta gekk bara upp. Já. En eftir 4 ár þarna, þá liggur leiðin til Noregs, eða ekki? Jú. Hvernig út af hverju? Eftir þessi 4 ár í Englandi þá fekk ég samningstilboð frá Reading aftur sem við ákveðum ekki að taka. Bara þannig séu þetta því mér langaði að fara að spila meistaraflokksbolta, ekki bara vera að æfa með meistaraflokknum og vera í varalið. Þannig að við ákveðum að taka stökkið yfir þegar Vålerenga sýndi mér áhuga. Og já, það var 2016-17 tímabili sem ég var komin til Oslo. Þannig að það var mjög gott. Og hvernig var tíminn þar?
Mjög fínn. Byrjaði ekki vel, ég meina eftir viku ég var búinn að skrifa undir þá sleit ég krossband og var út eftir það 1 ár. En já, og það eins og ég segi, það tók rosalega andlega en með mikill hjálp frá fjölskyldunni og Gunnar Má sérstaklega sem hjálpað mér í því sviði og Gunnar Má Másson. Já, Más, Gunnars algjörlega, hann algjör klettur fyrir mig. En síðan eftir 1 ár þá var ég komin aftur og byrjaði að spila, sem sagt, ég myndi segja svona cirka, 1 ár, 11 mánuði. Og það var mitt fyrsta sísón í meistaraflokk og það gekk bara mjög vel og eftir það sísón fekk ég mitt debut, þess að maður segir, í landsliðinu, fórum hana til Indónesíu, spila þar, þannig að það var svona fyrsta alvöru sísónu mitt, þannig að það gekk mjög vel. En áður við komum að landsliðinu, þá langum við að spyrja þig áfram út í atvinnumannaferilinn, þannig að þú ert í 1 ár hjá Vålerenga og eða hvað? Já, ég í 2 ár. 2 ár þar, þangað til þú fer til annars norsks liðs. Á láni, já. Segðu okkur frá því, hvernig gerast svona hlutir? Akkur ferðu á láni frá Vålerenga og fer til liðs sem enda svo, ofar en Vålerenga í norsku leiktíðinni núna? Sko, þetta var á öðru ári minn. En þeir voru að koma upp, eða ekki? Þeir komu upp náttúrulega, jú. Víking stór klúbbur í Noregi, hefur gengið illa fyrir þetta ár sem sagt. En þetta rosa stór klúbbur. Burtséð frá því þá var þetta öðru árinu mínu þegar ég var nýkominn heim frá HM með landsliðinu. Þá kom ég tilbaka og við fengum nokkur tilboð sem að mig langaði að stökkva á, sem var kannski ekki báðar hliðar voru ekki sammála kannski. Og úr því kom smá deila við þjálfara og meira. Hjá Vålerenga? Já, Vålerenga og mér líka. En best að fara ekki alveg kannski út í það, því að það kannski þið voru bara ekki alveg sammála stöðuna? Ekki sömu blaðsvíð, nei, alls ekki. Og það endaði með því að ég fekk bara það að fara á lán og ég stökk á að fara til Víking. Og það var sem sagt fyrir ári síðan? Já. Cirka? Já, fyrir ári síðan. Þannig að þú varst að klára núna sem sagt 1 leiktímabil með þeim? Algjörlega, byrjaði í mars og endaði núna í desember. Þannig að það var mjög fint. Og þér gekk mjög vel núna? Já, algjörlega. Ég spilaði alltaf bara alla leiki og 90 mínútur og endaði í 5. sæti og tóku síðan á lokum titill í bikarúrslitunum. Bikarmeistaratitil. Já, bara æðislegt. Og hvernig varstu að finna þig núna hvað best svona á ferlinum? Ég persónulega myndi segja að þetta verið mitt besta sísón so far. Ég spilaði, eins og ég segi, yfir 85 leiki og var að finna mig mjög vel. Og hvaða stöðu varstu að spila á þeim? Ég var að spila sem 6 sem djúpi miðjumaður. En ásamt til líka að vera 8. Það líka svona box to box leikmaður. Það fínt. En þegar þú horfir á atvinnumannaferilinn og ert núna í þeirri stöðu og ert að fara að skoða þau mál og ert á leið til annars liðs sem að þú getur ekki sagt frá núna. Hvernig horfur á Redding og svo ferðu til Noregs? Mikill munur á fótboltanum á þessum stöðum? Þetta náttúrulega veit ég að úrvalsdeildin í Englandi kannski ekki sambærilega þarna, en ég meina, hvernig upplifðir þú þetta? Algjörlega, sko. Deildin í Noregi og Skandinavíu heilt yfir mjög góð, mjög sterkar deildir en eins og segir, enska deildin er náttúrulega sjálfsögðu sterkari. En já, ég get nú bara sagt að þetta er Skandinavíu að styrkjast með ári hverju og miklu peningar að koma inn í félögin og þannig að þetta er að þróast mjög mikið. Hvað er svona langtíma markmiðið hjá þér? Hvað er draumurinn að enda hjá stóru liði? Draumurinn minn hefur alltaf verið það að spila í topp 5 bestu deildum í heiminum og spila sjálfsögðu fyrir landslið, komast í byrjunarliðið þar. En allt þetta tekur tíma og ég har mikið ólært eftir og það er bara partur af markmiðinu. En þá aðeins að landsliðinu. Þú 2016 ert að komin í hópinn, ekki? Þessi 2017, tímabilið, fyrir cirka 2 árum síðan. Rúmlega 2 árum síðan. Og ert búinn að spila nokkra vináttulandsleiki. Líklega, já. En fékkst svo svona kannski stóra prófið í rauninni getum við sagt, þó að það hafi verið loka leikurinn hjá Íslandi núna. Algjörlega. Það gegn Moldóvu. Já.
spilaði þar hvað mikið? Ég held svo 35-40 mínútur. Já, algjörlega, ég er búinn að spila nokkra fyrrnættu landsleiki, ég held sem 9 cirka. Já. En sem þú nefnir þá spilaði fyrsta leiki núna í Evrópukeppninni, riðlinum, sem var fyrir mig persónulega frábært. Ég er búinn að hugsa að þessu síðan ég var 30 ára póli að leika mér hér. Og komast það hjá landsliðinu? Algjörlega, þvílíkur heiður líka að fá að spila með besta landsliði ever. Íslands? Já, bara frábært. En þú varst líka í HM-hópnum. Hvernig var það? Þú hafðir ekki komið við sögu í neinu leikum. Þú ert náttúrulega mjög ungur hérna. Já, sjálfsögðu. Þegar maður fekk að vita að maður var í hópnum, þá gaf maður ekki annað að vera ánægður. Það er alltaf bara hápunktur lífsins hjá mér að komast á HM. Það er bara ólýsanlegt, myndi ég segja, sko. Að vera partur af þessari grúpu og geta lært það sem þeir eru búin að gera. Taka inn í minn leik. Hvernig myndir þú lýsa íslenska landsliðinu? Ég veit að það er búið að tala mikið þetta lið og annað. Og Ísland hefur náð besta árangri sögunar hérna í Evrópukeppninni og komast síðan á HM. Þetta er náttúrulega alveg magnað hjá svona lítilli þjóð. Hvað er það sem er að... Hvernig fara Íslendingar að þessu? Sko... Þessi strákarnir eru náttúrulega frábæri leikmenn. Náttúrulega spila í frábæri deildum og er ekki hægt að taka það þeim. En... Ég myndi bara lýsa þessu, þetta er svona eins og fjölskylda. Þvílíkur karakter í liðinu og allir standa við baki okkur einasta manni. Og það er bara aldrei gefist upp. Og ég held að það lýsir bara mönnunum í liðinu, skilur við, þegar einn er að spila og hinn er á bekknum þó þessi mikil samkeppni, styður maður þann aðila sem er að byrja Hugarfarið er frábært. Já, algjörlega, hugarfarið er bara upp á 10 og bara þvílíkur stuðningur og þetta bara lýsir sér hvernig karakter Ísland er. Og það er náttúrulega eitt af markmiðunum þínum, það er að bara festa inn í landsliðinu? Já, sjálfsögðu. Ég meina, það er alltaf markmið að komast inn í byrjunarliðið og það tekur bara tíma og ég er alltaf bara, eins og ég sagði, mikið ólært eftir í boltanum og get lært af þeim sem eru í landsliðinu að spila núna og það er bara frábært fyrir mig. Þegar maður horfir á ykkur fótboltamennina og enska boltan sér maður að þjálfararnir en að gæsla framkvæmdastjórarnir eða hvað eru kallaðir þessi gaurar sem að ráða sem að eru svolítið stór númer. Hvað eru þeir mikið atriði? Hvað er til dæmis eins og Hamren sænski þjálfari? Hvað segir, er þetta toppþjálfari? Já, sjálfsögðu. Hann er búinn að þjálfa mörg stórlið, topplið og vinna mikið af titlum og já, frábær þjálfari. Þú ert að fíla hann vel eins og maður segir? Já, algjörlega. Maður, eins og ég segi, ég læri á leikmönnum og læri mikið á honum líka og það er bara fyrir mig heiður að vera undir svona stórum þjálfara og ásamt Frey og öllu staffinu. Hvað með fyrirverandi þjálfara hjá öðrum liðum sem þú verið hjá? Já, ég meina, ég náttúrulega var með Ronny Deila og Vålerenga og Setil Rekdal sem eru báðir svona stóru nöfn í Noregi. Og núna væri ég einnig líka á Bjarni Bentsen sem er líka mjög stór í Noregi, þannig að maður lærir, það er mismunandi taktík hjá þjálfurum. En þeir eru náttúrulega búin að gera það sem maður er að gera núna. Þeir eru sögu að segja. Þannig að það er bara eins sem ég tek frá því að læra þeim og imprúva minn leik. Hvernig er svona venjulegur dagur, hvernig hefur venjulegur dagur verið hjá þér undanfarið ár sem atvinnumanni í Noregi? Ég meina, þetta er mjög stíft prógram. Þetta er æfingar klukkan 10 morgnana, þá maður vakna 8, mæti morgumat og sem þegar æfingunni búið þá er hádegismatur og síðan fyrir eftir hvort það sé vídeó af leik, fyrir leik eða eftir leik eða ræktinn. Þannig að allir dagurinn fyrir í þetta. Maður er komin svona heim 2, 3, 4 og þá það má bara recovera og eins og maður segir, bara hvíla sig heima. Það er ekkert. Þú búinn að vera einn í Oslo? Já, ég var einn í Oslo. Ég var búinn að vera það og já, er enn. En þegar maður ert að hugsa eitthvað menntun á meðan þú ert að þessu? Er það eitthvað sem þú ert alltaf að skoða? Fjarnám? Algjörlega, ég var í fjarnámi þegar ég fór út fyrst og kláraði einhvað þar, sko. En síðan hef ég ekkert verið nógu duglegur núna í því, en
ég svona verið að skoða þjálfun og áhugað því að geta klárað það meðan ég úti. Þannig að maður getur alltaf gert meira. Já, þurfi ekki atvinnumenn að hugsa þessa hlið, þú veist, ferillinn getur farið út gluggan getur við sagt í einu leik ef menn meiðast illa? Algjörlega. Þurfi þá ekki að hugsa þetta? Algjörlega, svo sannarlega. Ég kynntist því náttúrulega bara þegar ég meiddist að það sé maður svona aðra hlið af lífinu að segja þannig, svona fótboltinn en jú algjörlega, ég meina það eru margir leikmenn sem eru með menntun og eitthvað eftir fótboltann og það er mjög mikilvægt og ég geri það. Tekur það mikið á taugarnar að vera meiddur og í marga mánuði eins og þú lendir í? Það gerir það. Þetta er bara aðalega að geta ekki spilað fótbolta. Það geta ekki gert það sem þú gerir alla daga. En síðan á lokum þá ertu að æfa þetta hausinn og andlega þáttinn mikið. Þannig að það er mikið sem að læra líka á bak við tjöldin. Hvað ertu að gera mikið í líkamsþjálfun og í andlega þættinum í dag? Hvernig sinnur þessu? Líkamlega náttúrulega, það er náttúrulega eins og núna í off-seasonu, þá er náttúrulega að vinna með Gunnar Má sem ég ger og hefur alltaf gert og hann sér algjörlega það og síðan hef ég líka verið hjá sálfræðingum að ekki það til það sé eitthvað heldur það er bara gott fyrir mann að vera með eitthvað sem maður getur talað við heldur en fjölskylduna skilur þú getur talað við hann allt og sé lífið á annan hátt og ég tel það vera mjög mikilvægt og það hefur hjálpað mér að sjá sig líka mjög mikið þannig að það er, já. Hvað með hluti svona eins og mataræði? Hvað ertu að pæla mikið í því? Jú, ég pæli mjög mikið þó ég sé ekki algjör öfgar en maður náttúrulega brennur rosalega mikið á æfingum og leikjum og þarf að hugsa það en það er hugsað út það líka fyrir okkur við erum með menn í vinnu sem vinna hjá klúbbnum sem eru að sjá það og við fáum prógram og mataprógram og allt það þannig að það hefur hjálpað mikið þannig að það er mjög þægilegt. Peningar eru stór þáttur í atvinnumennsku. Hvað hugsaðu mikið um það? Peningar? Sko, að sjálfsögðu hefur það áhrif. Peningar og þessi glans, þessum fólk náttúrulega tekur eftir en fyrir mig er alltaf bara að vera að spila fótbolta. Að sjálfsögðu þarf maður að hugsa að maður fá eitthvað út í því, sjálfsögðu til að geta að lifa lífinu eins og annað fólk í vinnu en það er ekkert sem hefur áhrif á mig. Ég vil bara spila fótbolta eins lengi og ég get og vera heill og það er bara númer 1, 2 og 3. Hitt kemur bara að sjálfu sér. Hvað með kærustumál og svona, áttu ekki kærustu? Ekki kærustu eins og er en það er ekki enn. Ekki enn. Nei, nákvæmlega. En hérna, svona aftur til Keflavíkur, félagið þínu í Keflavíkurlauginni eru nú að æfa hérna á bak við þig núna. Við getum ekki sagt að það sé glæsileg staða í knattspyrnunni í Keflavík og á Suðurnesjum. Það er ekkert lið í efstu deild, hvorki í karla og í kvenna. Getur þú komið með eitthvað innlegg í þetta? Út af hverju er þessi staða? Sko, maður veit náttúrulega aldrei ástæðana fyrir því sko, en ég meina það var mikið kynslóðaskipti hjá strákunum í meistaraflokknum og eins og gaf út að þeir ætla núna að byggja upp frá grunni með unga leikmenn. Hvernig líst þér á það? Mér finnst það persónulega mjög fínt, en að sjálfsögðu þá maður reynslu líka inn, en strákarnir eru mjög góðir og ég þekki alla strákana hérna og mér líst bara mjög vel á hvað Keflavík er að gera núna og ég held að þetta er eftir að bara ganga vel. Eysteinn og Siggi Raggi gera mjög gott mót og Ómar þannig að ég er bara mjög jákvæður yfir og saman með stelpunar Hauk og Gunna það voru náttúrulega efstu núna en því miður gekk ekki eins og gekk en já, þetta er jákvætt yfir þessu. Aðeins aftur að atvinnumennskunni, þið spiluðu og þú hefur spilað nokkra leiki, þið voru að spila við Man United og við eigum eitthvað myndiræðir þar sem þú ert að eiga með Lukaku í fanginu annars. Það var svona árlegt hjá Vålerenga mitt sumar að þegar þessi stóru lið eru á pre-season undirbúningstímabili að við spilum móti stóru liðum og við spilum móti Real Madrid, Barcelona og síðan núna fyrir 2 árum eða 1 ári móti Man U og það var alltaf bara æðislegt. Ég meina, 40.000 manns á vellinum og þeir eru með sitt besta lið og
Þannig að það var svona mjög gaman að kljást við þá. Hvernig setur þig svona, hvernig berðu þig saman við þá? Hversu miklu betri er Lukaku heldur en þú? Eða öfugt? Já, það er góða punktur. Ég myndi segja frekar Pogba, hann er miðjumaður og ég er miðjumaður. Okay. Hann náttúrulega, það er ekkert hægt að bera okkur saman. Ég meina, hann er náttúrulega stór stjarna og búinn að vera lengi í þessu. Og var hann í liðinu þegar þú voru að keppa? Já, hann spilaði leikinn. Já. En eina sem ég get sagt til því er bara að ég horfa á hann og læra á honum og reyna að gera eins og vel og hann hefur gert. Þannig að það er bara partur af þessum stiga sem við erum að ganga. Er eitthvað eitt sem þú getur bent mér á sem að þú þarft að ná og ert ekki með í dag til þess hreinlega bara að, bara segjum eitthvað fáránlegt, að Liverpool vil líka kaupa þig, skilur? Eitthvað svona sem er stóri draumur á þér að komast til, eins og er náttúrulega draumur flestra ungra peyja sem er í þessum spórum eins og þú. Hvað, getur þú sagt mér eitthvað hvað þið vantar í dag? Það er mikið sem ég vantar. Ég get alltaf bætt allt enn meira, 1% í viðbót. Ekkert sérlega eitthvað eitt. Þannig að, eins og ég segi, þegar ég fer á aukaæfingar þá æfi ég það sem ég er lélegur í og líka það sem ég er góður í. Og já, það er bara svona að halda við, bæta sem meira og meira. Og svo er þetta kannski líka smá heppni þegar maður dettur niður á eitthvað. Á ferlinum, svona eftir hvernig hlutinni þróast. Já, algjörlega. Það er náttúrulega heppnin, stundum margir þurfa að fara lengri leið, sumir fara styttri leið. En það er bara eitthvað sem að gerist. Maður verður bara að halda áfram að gera sitt besta og sjá hvað kemur á endanum. Þannig að eins og staðan er núna þegar við erum að spjalla við þig, 3. janúar. Þá ertu sem sagt búin að, þú ert með samningu við Vålerenga en ert að tala við önnur lið. Já, eins og það er líklegt að þú sért að fara eitthvað annað. Já, það kemur núna bara í ljós. Glugginn var að opna núna og ég get ekki mikið sagt um það en það eru alltaf einhver hreyfingar í glugganum og það eru bara spennandi að sjá hvað gerist. Bara eitt að lokum, hver er þín stærsta fyrirmynd í fótbolta? Stærsta fyrirmynd í fótboltanum? Eða uppáhaldsleikmaður? Þú mátt velja. Uppáhaldsleikmaðurinn minn hefur alltaf verið Ronaldinho. Hann er alltaf hættur núna en hann hefur alltaf verið svona efst í minningunum. Dáð hann og já, það er hann. Engin sérstök fyrirmynd tannilega sem hann er þar? Jú, ég meina hann er fyrirmynd og síðan alltaf bara engin stjarna. Ég held að það sé bara fjölskylda mín. Það kennt mér mikið og hjálpað mér mikið og það er það sem ég læri mikið af. Þannig að ásamt því öllum sem ég æfði með hér, Jóhann Birnir, Gumma Steinas og Magga Þorsteins og öllum þessum strákum þeir hjálpuðu mér fyrst í skrifinu meistaraflokknum, Soran og allir þessi hjá Keflavík og ég á þeim mikið að þakka. Þannig að það er bara mjög stoltur af því. Heldur þú eftir að spila með Keflavík eftir? Það er spurning, góð spurning. Við sjáum hvað það setur. Það verður kannski eitthvað dýrara lið í Reykjavík sem á meiri peninga sem verður búið að kaupa þig áður en þú veist það? Ég segi, nei, ég hef alltaf sagt að ég ætla að enda ferilinn úti. Erlendis? Já, erlendis, já. En maður veit aldrei hvað gerist. Þannig að við sjáum til hvað það setur. Takk fyrir spjallið.